Í þessum köflum 28-35 að hér hefst sagan þar sem að Kveld-Úlfur hann tók sótt í hafi, ekki skrítið eftir þennan mikla bardaga sem var í kafla 27, það sem voru hefna sín á konungi, en nú er komið að því að Skallagrímur nemur land í Borgarfirði. Og þessi kafli, 28. kafli, þarna verða ákveðið skil í sögunni og sögunni sem að gerist í Noregi, það sem segir frá Kveld-Úlfi og sonum hans, henni er lokið og nú tekur við sagan af Skallagrími og síðan í framhaldinu sagan af Agli Skallagrímssyni. Það er sagt frá því í kaflanum að Skallagrímur kemur þarna fyrsta landi sem að er nesmikið og það er Knarrarnes og þarna kannar hann síðan landið milli fjalls og fjöru og er veturinn og síðan fer hann og nemur land milli fjalls og fjöru og hann vill náttúrulega gera vel við skipverja sína og hann gefur þeim líka land og síðan fara og kanna þarna svæðið og það eru taldir þarna upp fjölmargir staðir sem að við þekkjum. Það er talað um Norðurá og Hvítá og Gljúfurá og fleiri svona staðir sem eru þekktir í Borgarfirðinum. Skallagrímur þrátt fyrir að hans hafi nú verið duglegur við að drepa menn, að þá er hann svona í grunninn er hann bóndi. Og það er sagt strax í kaflanum, hann er mikill iðjumaður. Hann kemur þarna að landi þar sem að er kannski erfitt hann hefur kannski áhyggjur af því hvernig hann eigi að fæða allan mannskapinn. Þess vegna þarf hann að leita fanga víða. Það er ekki nóg bara að ætla sér að vera bóndi, hann náttúrulega þarf að skoða marga möguleika. Og það tala hans í skipasmiði mikill og hann safnar rekavið og hann gerir sér bæ á borg, þar er bærinn hans. Síðan lætur hann gera sér annan bæ á Álftanesi, þaðan sækir hann sel og rær eftir fiski og sendir menn síðan til að safna eggjum og líka að safna rekaviði. Þarna er talað um að það séu hvalir sem að synda og menn fara og þeir veiða hval. Síðan þriðji staðurinn heitir að Ökrum og þar hafa væntanlega verið með akra eins og nafnið ber með sér. Og síðan hann líka með bæ sem heitir í Grísartungu og það nefnt eftir manni sem hét Grís og þannig að hann mjög mikill iðjumaður og kemur sér víða vel fyrir og hefur greinilega viljað vera öruggur að geta brauðfætt menn sína. Það er ekki skrítið að Haraldi konungi hafi verið illa við Skallagrím og fjölskyldu hans alla eftir að hvernig hann fór náttúrulega með hans og fóstursyni og það endar með að hann sölsar undir sig, hann tekur allar eigur og eignir Kveld-Úlfs og Skallagríms í Noregi og hann mjög reiður og hann hatast við frændur þeirra eins og það segir við alla ættmenn hans og einn af ættmönnum Skallagríms er Ingvar. Það er að segja hann tengdafaðir hans og því tekur Ingvar á það ráð að flytja bara til Íslands og búa þar. Og Skallagrímur hann býður honum að dvelja hjá sér að borg einn vetur og svo gefur hann honum búið sitt í Álftanesi. Það nokkuð mögnuð frásögn af því þegar að Skallagrím vantar stein til þess að lýja járn við, til þess að geta sett á og lamið járnið. Hann góð járnsmiður og hann gerir smiðju mjög langt út frá borg þar sem heitir Raufarnes og hann vantar stein. Þannig að hann fer og hann siglir eða fer út á bát og
síðan segir að hann reri út til Miðfjarðareyja. Þar setur hann niður svona stjóra, akkeri, til að halda bátnum á sínum stað og síðan fer hann bara fyrir borð og kafar og kannski að nota bandið til þess að koma sér niður á botninn. Hann kafar og kemur síðan upp með stóran stein og það kannski steinninn léttur í sjónum en það verður erfitt að koma upp í bátinn og síðan fer hann með steininn til bæjar síns og ber hann til smiðju sinnar og hefur síðan steininn þarna fyrir smiðjudyrum og það er sagt í sögunni liggur sá steinn þar enn og mikið syndur hjá, mikið svona járngjall hjá og sér það á steininum að hann er barður ofan og það er brimsorfið grjót og það er sagt að það þurfi 4 menn til þess að lyfta þessum steini. Í kafla 31 segir að börnum Skalla-Gríms og Beru og þau áttu mörg börn og það er barnadauði. Það talað að þau hafi fyrst að börnin þeirra deyja ung. En síðan eignast þau son og hann er skírður og hann fær nafnið Þórólfur. Og athugið nú að þarna er komin annar Þórólfur. Þið sem hafi kynnt ykkur söguna í fyrri hlutanum að þar er Þórólfur bróðir Skalla-Gríms sem að deyr í stríði og það er talað að Þórólfur var snemma mikill vexti, hinn vænsti sínum og hann myndi vera hinn líkasti Þórólfi Kveldússyni hann var eftir heitin, hann er mjög líkur föðurbróður sínum. Og það er talað hann gerist mikill íþróttamaður og það er talað hann verið mikill gleðimaður. Hann sagt snemma var hann svo fullkominn að afli að hann þótti vel liðfær með öðrum mönnum og hann líka vinsæll af alþýðu. Unnu honum og vel faðir og móður, þannig að þau er svona fyrirmyndar barn einhvern veginn. En síðan fæðist þeir annar sonur og hann fikk nafnið Egill og þessi drengur, hann ekki með hann fær ekki sömu lýsingun eins og Þórólfur bróðir sinn. Það er sagt þarna, það mátti brátt sjá á honum að hann myndi verða mjög ljótur og líkur föður sínum, svartur á hár. Og það er sagt að þegar hann var orðinn 3 ára, þá var hann sterkur og mikill og jafn sterkur og þeir sem voru 6 eða 7 ára. Hann var fljótt málugur og orðvís, þar sem hann kann að koma orði fyrir sig og það er sagt að hann var heldur illur viðureignar. Og líklegast hann tapsár, það kemur fram seinna að Egill mjög tapsár. Hann mjög illur viðureignar þegar hann var í leikum með öðrum ungmennum. Síðan kemur að því að Ingvar heldur veislu og hann býður Skalla-Grími, Þórólfi, Beru og öllum og ýmsum öðrum og Egill litli, hann vill fara með en pappans, hann segir að það sé ekki rétt. Hann segir, þú kannt nú ekki að haga þér í fjölmenni þar sem fólk að drekka áfengi. Hann segir að það nú nógu erfiður að það þurfi ekki að fást við þig þegar þú ert undir áhrifum. Þannig greinilega áhyggjur af því að Egill kunni ekki að haga sér vel ef hann verður drukkinn. Og síðan þá bara fara þeir, en Egill hann drífur sig, hann finnur þarna hest, finnur þarna dráttarhest sem hann fer og ríður þarna eftir mýrunum og nær einhvern veginn að komast til Ingvars afa síns og Ingvar mjög ánægður með að sonurinn kominn og það fer að Egill kveður sína fyrstu vísu til afa síns og afa hans verður svo ánægður
að Egill fær að launum 3 kuðunga og 1 andaregg. Og daginn eftir að þá fer Egill með aðra vísu fyrir hann og að því hann er ánægður náttúrulega að fá þessi góðu laun. Þetta svona barnsgjafir sem hann gleðst yfir. Þannig að samkvæmt sögunni þá fer Egill með sína fyrstu vísu þegar hann er 3 ára. En nú skulum við aðeins líta til Noregs og þarna gerast hluti sem að sumum finnast vera svolítið ruglingslegir, en að þar gerist það að Björn, ungur sonur Brynjólfs á Örlandi, að hann verður ástfanginn af Þóru, og Þóra þessi systir Þóris hersis sem var fóstbróðir Skallagríms. Og Björn biður Þóru og líklegast þarna ást í gangi, en Þórir neitar að samþykkja ráðahægja, hann neitar að gefa systur sína. Og Björn fer með Þóru til Örlands í Noregi og pabbi hans er náttúrulega ekki ánægður með þetta. Hann segist mun líta á hann eins og dóttur sína meðan hún dvelur þar. Bróðirinn vill endilega að systirinn sé send tilbaka og biður Brynjólf að senda hana heim. En Brynjólfur, hann gefur eftir og styður hann kannski ekki í því. En enda með að Brynjólfur hann afhendir Birni skip og hann ætlar sér að fara í víking. Þetta er á móti kaupskip sem að hann fær og hann síðan heldur Dyflinna og mamma hans nokkurs konar, hún eiginlega hjálpar honum að koma stúlkunni á brott. Noregskonungur að hann er yfirmaður Þóris hersis og þetta er náttúrulega ólöglegt að gera þetta og konungur vill láta drepa Björn, reyna að elta hann uppi. Hann hefur frétt hann ætla að fara sér til Dyflinnar, en vegna veðurs þá hafði Björn endað á Hjallandi, á Hjallandseyjum, og þar kvænist hann Þóru. Og athugið að þetta er ekki löglegt brúðkaup samkvæmt lögum þess tíma. Við megum ekki gleyma því að þetta er þjóðfélag þar sem karlarnir ráða og þarna var bróðurinn ekki búinn að gefa leyfi fyrir að systir hans giftist Birni. Björn var búinn að nema hana á brott, þrátt fyrir að það kannski verið með samþykki hennar. Þannig að þetta brúðkaup er ekki löglegt. Og síðan fréttir Björn að konungur sé að leita á honum og þá telur hann best til ráða að koma sér til Íslands. Og hann siglir með Þóru og menn sína og það hittist hann á að hann kemur landi í Borgarfirði. Og nú eru góð ráð dýr. Þarna tekur Skallagrímur á móti honum og Björn veit að það borgar sig ekki að segja frá því að hann hafi tekið dóttur besta vinar hans ólöglega frá Noregi. Þannig að biður menn sína að þegja. En Skallagrímur er aftur mjög glaður að taka móti Birni og því hann er góður vinur föður hans og líka verður hann mjög glaður þegar hann heyrir að þarna sé bara dóttir besta vinar hans, Þóra, með. Þannig að hann gerir allt eins og hann getur til þess að taka vel á móti Birni. En síðan kemur að því að það koma skip frá Noregi og Skallagrímur fréttir af þessu brottnámi Þóru. Hann kallar Þóru á fund til sín og er mjög reiður. Og
Björn viðurkennir hann hafi vitað af vináttu Skalla-Gríms og Þóris og segir líka að hann hafi náttúrulega ekki ætlað sér að koma að landi þarna, en núna sé hann heimamaður Skalla-Gríms og það megi ekki vinna honum neitt mein. Og svo kemur þarna sonur Skalla-Gríms, Þórólfur, sem greinilega orðinn mjög hændur að Birni, og hann biður föður sinn að taka Björn í sátt. Og fyrir orð uppáhalds sonarins að þá róast Skalla-Grímur og segir að Þórir segir að Björn megi vera þar þrátt fyrir að hafa fengið leyfi frá Þóri, og hann segir að Þórólfur skuli taka ábyrgð á Birni. Og Þóra og Björn, þau eignast dóttur á Íslandi og er hún nefnd Ásgerður. Og við skulum taka vel eftir þessari Ásgerði því hún á eftir að koma í sögu seinna meir. Þarna er hún dóttir Björns og Þóru. Hún er fædd á Íslandi, hún er ekki fædd í lögmætu hjónabandi og þetta hefur þýðingu seinna í sögunni. Því út af þessu þá fara að vera vandræði með erfðamál seinna. Þannig að taki vel eftir þenni Ásgerði þarna á þessu. En taki líka vel eftir því að Þórólfur, hann biður Skalla-Grím að koma á sáttum fyrir hönd Björns og Brynjólfur, faðir Björns, að hann býður sættir fyrir son sinn. Þórir, bróðir Þóru, hann þiggur sættirnar og Björn er laus úr útlegðinni. Hann er ekki lengur útlægur frá Noregi, hann heldur til Noregs og Þórólfur fer með, en Ásgerður, hún dvelur með Beru, fóstru sinni, að Borg.